Við erum komin hér að Flagbjarnarholti og hittum fyrir Hjört Inga Magnússon, tamningamann á staðnum. Komdu sæll og blessaður. Blessaður Gísli. Nú stöndum við hér í fínni aðstöðu í Flagbjarnarholti. Segðu okkur aðeins, hvað ert þú búin að vera lengi hér þið með tamningastöð? Ég ætla að sé ekki orðin 8 ár, sem ég byrjaði hérna. Og þú ert með hesthús á 2 stöðum. Já, ég er með þetta í tveimur húsum. Og við erum með hérna í Efra húsinu. Já. Svo kallið þið það ekki? Jó. Hvað er það, hvað ert með mörg pláss fyrir hross? Það eru 18 stígur hérna. Og alla fullar? Já, það má segja það. En í neðra húsinu þá ertu með hvað? Það er svona 8 til 10 pláss, það er misjafnt hvað ég er með mikið þar. Já. Og er þetta mikið til bara yngri hross sem þú ert að fara í gegnum eða? Já, og svona náttúrulega haustið eru frumtamningar og svo svona tekið það efnilegasta úr því. Það er svona, já, það er til að sinna, það er svona með færra móti núna á 4. vetur, 3 hryssur. Já. Efnilegar. Og svo er þið líka með stóðhestahólf við það ekki á sumrin, þannig að það er víðtæk starfsemi? Jú, þetta er svona fjölbreytt sko. Þau eru með þrjú stóðhestahólf. Og hafið verið að taka hesta að ykkur sem sagt í hólf? Já. En eigum við ekki bara að vinda okkur í það að labba eins og í gegnum húsi Hjörtur og rölt og kíkja á þetta? Sjá hvað allt með? Já. Hérna byrjum við. Hér er mér, já, á 5. vetur sé á sjálfur þetta Stjörnustæl, Dalvík. Já. Efnismeiri. Búin að fara í Kimbóndóm eða? Nei, svona stemt á það bara í vor, svona ef að Guð lofar. Já, það er bara vonin alltaf góð. Já. Hér er skjótt. Orradóttir, 6 vetra, búin að selja þessa, hún er fædd mér, það er erlendur aðili sem á hana. Já, og er á leið út? Já, sumarið haust. Já. Alright. Váladóttir. Efra Langholti? Já, þetta var Efra Langholti sem ég á sjálfur. Ok. Keypti þessa meri, svona mikil uppáhaldsmeri. Mynda hvað hrissu er hún? Drift á síðu. Já. Síðu fyrir austan? Nei. Síðu hérna Viðar Jónssoni. Já. Og er þetta hrissa sem þú ert búin að sýna eða? Já, hún er með, þetta er 790 meri, klárhrissa. Já. Svona bara með 8-5, 9 hektöld. Já. Hvað stefnir þú með hana? Bara keppni eða kannski í Kimbóndóm einu svona enn, ég veit það ekki. Bara að sjá hvernig, já. Hérna ertu meina, heldur laglega á litin, Hjörtur? Já, þessi frá Svenna og þeim, sko. Eðunda Eld Torfunis og Glampadóttur. Já. Sáum mitt að þú varst að ríðin hér heim hlaði þegar ég kom á hann og efnisrisa. Já, svona, lipur, geðgóð. Já. Og svona skrautlega á litin. Já. Það er ekkert verra, þetta er nú bara... Nei. Snirtilegt. Já, þetta er bara snirtilegt, sko. Hér er Framherjadóttir, 5 metra meri á 7. Svenni á Braga. Já. Nú hefur þú hérna, veit ég til, tamið svolítið mikið undan Framherja. Já. Og náttúrulega verið í góðu samstarfi við Svenna og fjölskyldu Tótu og þau. Já. Hvernig finnst þér afkvæmi Framherja? Hvernig finnst mér? Já. Ég er alltaf búinn að temja gríðarlegan fjölda undan honum og heildin er alveg ofsalega góð. Já. Samstæður hópur og mikið nýtileg hross, gæðingar. Já, eitthvað svona sem er hægt að segja í stuttumáli sem einkennir þau eitthvað? Náttúrulega í byggingu þú veist, mikið lofthæð og svona lappalöng og frábært hölt. Bara draumarhross? Já. Svona viljug en þjál. Já. Glæsilegt, og þessi er engin undantekning eða eitthvað? Nei. Þetta er flest steypt í sama mútið. Það er þá allavega kynfesta? Já. Hér er grátt hross. Já, grár geldingur sem Bragi Guðmundsson hérna á, verðandi reiðhestur. Já. Hann getur farið að spóka sig um Já, hann ættir að taka sér vel út á þessum. Já, bera höfuðið hátt. Já. Hérna eru fleiri hross? Já. Fer vel þau hérna hjá þér? Geldingur, 5. vetur, Lokasonur. Já. Svona, efnishestur bara svona í gangsetningu. Já. Svo er hérna reiðhestarnir hjá Elínu hérna. Já. Þetta er hérna
geldingur sem hann á 8 vetra. Svo hérna fyrstöluna hestur Nói frá Hrafnsstöðum, Álfssonur. Já, já. Hefur það gott hér í rúmgóðri stíu? Já. Og skjótt? Meir undan Herkules, Ragnheiðarstöðum. Já. Á 5. vetur, svona efnisfoss. Já. Sem að er í eigu annara? Já, hún er hér í þjálfun. Já. Ok. Því okkur eru búið að vera tíðrætt hérna kynbótadóma, Hjörtur, og ég veit að þér er málið hugleikið. Hvað finnst þér um breytingar sem framöndan eru í kynbótum? Var ekki bara komin tíma að breyta til og sjá hvernig þetta virkar? Er ekki öll þróun góð bara? Ekkert sem hræðist eitthvað í þessu? Nei, kannski svona spurningina það sé gert á landsmótsári, ég veit það ekki. Já. Það er svona kannski aðeins meiri þrýstingur á fólki. Já. Kannski verið ráð að gera þetta á milli landsmótsára? Já, kannski verið sniðugra sko, en hérna, þetta mun allt komið ljós bara. Þú ert ekki hræddur við breytingar? Nei. Það er bara að sjá hvort það leiði ekki eitthvað gott af sér. Já. Það er bara fínt svar. Já. En þá getum við haldið áfram að spá í hvað kemur til dóms. Kemur þessi til dóms? Þessi? Já. Það er möguleiki. Þetta er hérna meiri undan Hrannari Flugumýri og já, hún er eiginlega undan 2 landsmótsigurvegurum því hún er undan Spyrnu frá Holtsmúla og Hrannari Flugumýri. Þetta er svona skemmtilega alhliða meiri. Ok. Þannig að það er aldrei að vita. Hvað er hún gömul, segirðu? 6 vetra þessi. Já. En það getum átt vonað að sjá hann í vor? Jafnvel. Svo er hérna geldingur bara á 7. vetur. Já. Svona bara í þjálfun sko. Á þennan sjálfur. Já. Keppnishestur hjá þér eða? Já, vonandi, verðandi. Svona, já. 2 hryssur frá Hrauni. Ölfusi. Já, frá Hrafnkeli. Já, Spunadóttir, hérna brún. Hrannarsdóttir, Flugumýri. Já. Hér er meiri á 4. vetur frá Svenna hérna. Já. Braga. Undan Hrein, Hrísdal. Já. Og Nýjei, Feti. Já. Þetta er svona mjög efnileg meiri. Já, gaman að þessari. Já. Þessi kemur í vor? Já. Ef Guð leyfir? Já, ef Guð leyfir. Ok, þetta er móalót. Já, og svo er þetta hérna meiri sem við eigum svona saman. Þessi er undan ómkvistum og Surtsey hérna. Já. Það er hérna... Já, eigum þessa saman. Það er eins að laga á henni teppið bara. Já. Við erum að hafa þetta snirtilegt ísli. Já, það verður að tjálta öllu til. Já, ég gaman að þessari. Já. Það er Nýjei hérna. Já. Og Hrinur og Surtsey og Ómur. Já. Það er nú spennandi. Já. Þeir eru nú rólegar og vakandi yfir því sem að fer fram. Já, þetta er hérna... Já. Þeim líður vonandi vel greiðunum. Já. Og hér að lokum? Já, hér er meiri sem Bragi á. Þetta er Frammeradóttir, fyrstöluna meiri. Já. Á 7. vetur. Ok. Ég vil þá ekki bara vinda okkur niður í neðra húsið. Er það ekki? Já. Kíkja þangað. Kíkja á þetta? Ok. Þá erum við komnir hérna í neðra húsið, Hjörtur, og inni aðstaðan. Já, þetta er bara hérna, þetta er mjög fín inni aðstað svona til frumtamninga og svona upp ákveðnu marki í þjálfun sko. Já. Þetta er náttúrulega ekki reiðhöll en þetta bjargar manni mikið, sérstaklega eins og veturinn er búinn að vera. Já. Þetta er 14 sinnum 14 á mig minnir. Já. Og nýtist bara mjög vel sko. Já. Náttúrulega sérstaklega frumtamningar sko, ofsalega fínt í það. Nauðsynlegt fyrir það. Já. Já, eiginlega og bara mjög þægileg stærð. Já. Þetta er gert allt í inni sem þú ætlaðir? Já. Og í rauninni þetta er svona og allt svona dund skilur, þetta er fínt í það. Þetta snýst svona sko, kannski þegar maður komið með hross lengra þá þyrfti maður, mætti þetta vera stærra sko. Já. En nú ert þú engin ígræðingur í tamningum, Hjörtur, hvað leggur þú áherslu á ertu með einhverjar sérstakar áherslur eða gerist þetta bara eða?
Ég veit það ekki, ég er ekki bara bæði að hrossin og ég hafi gaman að þessu, sé gagnkvæmur skilningur og svo vill maður hafa þetta taumlétt og þjált. Já, það er allt sem þarf. Já, ég held það sko, það sé svona, já, og líka bara hrossin treystir manni, séu róleg og þá hérna, já, eins og ég segi, það er svona uppistaðan í því sko. Já, það er hárrétt, ég held að það sé bara góð markmið. Næsta alltaf? Já, næsta? Já, maður þarf bara að leggja sig mismikið eftir því sko. Já, næsta ekki flest ef að maður tilbúin að leggja á sig. Já, þolinmæði. Já. En ef þú kíkir þá að inn í hesthús hér. Já. Sjáum hvað þú geymir hérna. Hjörtur með bleikalott. Já, þetta er geldingur, 5 metra geldingur á 7. sem að Helga og Valli sem eiga þetta hús, þau eiga þennan, hann er í þjálfun hjá mér. Já. Og svona, já, verður fínn hestur. Já. Bara og vonandi bara reiðhestur hjá þeim. Já. Er ekki... Og maður átt frábært samstarf við þau líka, sko. Helga og Valla. Bara í gegnum tíðina, sko, þessi ár sem maður er búinn að vera hérna. En er ekki, þú kemur inn á orðið reiðhestur, er það ekki málið? Reiðhestur? Mér finnst náttúrulega fyrst og síðast að allir hestar eiga að vera reiðhestar. Svo er bara hvaða skilning fólk leggur í orðið reiðhestur. Reiðhestur getur verið keppnishestur, hann getur verið búinn að fara í kynbótadóm og gert í raun allt, en hann á líka að vera reiðhestur. Þú ætti að geta notið þess að fara svona þolanlega áhyggjulaust á bak? Já, mér finnst það, já. Svona, þannig að það sé hægt að, já, nota það orð. Mér finnst þetta gott orð. Já, ég er bara... Reiðhestur og reiðhestkostir. Já, ég er sammála því. Hérna er meiri á 7. framherjadóttir. Þetta Snædísi frá Selfossi. Já. Og efnishrissa. Er svona bara öll að koma til. Orradóttir, ég man nú bara ekki alveg hvað hún er gömul þessi. Nei. Hún er frá Skeiðuvöllum, tengdaforeldrunum þar. Já. Hér er meira á 4. vetur undan Ljósvaka og Valstrítu. Já. Á þessa sjálfur. Hvernig er hún? Þetta er efnismeiri, stór og myndarleg, svona léttbyggð. Og undan hvaða hrissu? Hún er undan Suðradóttir sem ég á, Frigg heitir hún, Skeiðuvöllum. Já, þetta er lofandi trippi, sko. Spáðu vel fyrir henni? Já, svona komandi árum. Já. Það er ekki dónalegt. Nei. Svo er hér einn stóðhestur. Já, þetta er náttúrulega reiðhesturinn minn. Þetta er reiðhestur þinn? Já, þetta er Viðar Skeiðuvöllum. Já. Mikill uppáhaldshestur og vinur minn. Já. Þessi. Verður þið ekki að taka hann út úr stíu þá? Jú, er það ekki? Skoða hann aðeins. Er það ekki? Jú. Getur þú sagt okkur meira Viðar Hjörtur? Þetta er náttúrulega bara mikill uppáhaldshestur hjá mér og svona, já, framtíðarhestur. Bæði náttúrulega bara vonandi til keppni eða ekki vonandi, bara náttúrulega verðandi keppnishestur og svo náttúrulega nota ég hann mikið. Nota hann á mínar hrissur og já, bara margir eiginleikar í honum sem að ég sækist eftir. Þannig að, já, svo mun tíminn bara leiði ljós. Hvernig skiptast einkunnir á honum? Manstu það? Já, hann er með 8.56 fyrir byggingu og 8.05 kosti, 8.25 aðalengur, klárastur. 9 tölt, 8.5 brokk stökk, 9 vilja, 8.5 fegur reið, 7.5 fet, 9 hektölt, 8.5 hektstökk. Og byggingu er með 9 fyrir bak og lend, samræmi, hóa. Það sé ekki 8.5 bara, 8 höfuð og 8.5 háls. Já. Prúðleika, já, hann er svona, hann er hvergi, hann er allavega hvergi
slagur sko. Hann er alls staðar, já, svona jafn vel gerður bara, finnst mér. Og nýtist vel í reið, framhár og svona brúðamikill hestur. Já. Ég kom inn á það hérna áðan hvort þú væri ekki orðinn Sunnlendingur. Já. Hvað á maður að segja? Hvenær er maður orðinn Sunnlendingur? Ég er ennþá í hestamannafélaginu Skagfirðing. Af hverju það? Já, Gísli, römm er svo taug. Og allt það. Ertu bara í Skagfirðing? Já, ég er bara í Skagfirðing. Já. Ennþá. Hvað þarf að bjóða þér til þess að félagaskiptin fari fram? Ég veit það ekki, Kemur þetta ekki allt með árunum bara? Þú ert búin að vera, sko, að temja hér í Flagbjarnarholti í 8 ár. Já. Þú ert búin að vera lengur á Suðurlandi. Ég er búinn að vera á Suðurlandi síðan 2007. 2007, þannig að... Nei, 2007, vorið, já, áramótin, 2007-08, já. Þannig að það verður þá 2028 á 20 ára afmæliðin á Suðurlandi sem þú gengur í Sunnlenskt hestamannafélag, eða? Ekki gott markmið bara. 20 ári bara stuttur tími í mannkynssögunni. Já. Byttu fyrir þeim. Þetta eru allt viðkomustaðar á frammanbrautinni eins og segir í góðri mynd. Nú skulum við kíkja aðeins á þig í útræður. Nú leggjum við á. Já, nú leggjum við á. Hjörtur, þú hefur átt í góðu samstarfi síðan við hér í Flagbjarnarholti, eða ekki? Jó, bæði náttúrulega eins og ég sagði áðan, Helgu og Valla náttúrulega frábært samstarf og eins náttúrulega bara er ég búinn að eiga frábært samstarf við Svenna og Braga og fjölskyldur sko. Já. Það er náttúrulega ómetanlegt í þessu. Það og eins og ég segja, það sé svona bara þetta gagnkvæma traust í þessu, þannig að maður er líka í þessari vinnu sko. Og eins og ég segi, ég er náttúrulega búinn að, já, þetta eru 8 ár sem ég er búinn að temja dálítið mikið fyrir þá og þetta hefur verið farsælt bara, mjög. Það er ekkert sjálfgefið? Nei, það er ekki sjálfgefið sko. En hvað þú ætlar að leggja hérna á Váladótturina? Já, við skulum hafa þetta bara hafa þetta íslenskt og gott og taka bara eina í taum líka. Það bara hlökkum við til þess að fylgjast með þér hér að lokum í venjulegum útræðatúr Hjörtur og þökkum fyrir samtalið. Takk sömuleiðis.